Hraunvefurinn Hrunið þið munið varð til eftir að við Jón Karl Helgason prófessor höfðum haft námskeið hrunið frá eiginlega tveimur ólíkum hliðum. Hann einbeitti sér að með nemendum sínum hruninu í bókmenntum, hvernig skrifað hefur verið bankahrunið 2008 í skáldsögum og hvernig það hefur birst í ljóðum og leikritum og annarri tjáningu af því tagi. Ég horfði hins vegar til atburðanna sjálfra og reyndi að greina þá með nemunum sem komu úr hinum ólíkustu greinum, ekki bara sagnfræðinni, heldur voru líka með okkur stjórnmálafræðinemar, hagfræðinemar og fleiri. Og hluti vinnunnar í námskeiðinu hjá okkur báðum fólst í því að skrifa svona samantektir rit eða eitthvað annað þar sem hrunið kom við sögu. Þannig að nemendur Jóns Karls skrifuðu bókmenntirnar en þeir sem voru hjá mér tóku fyrir fræðirit, fræðitímarit, endurminningar og þar fram til götunum, þar sem hruninu lýst. Og svo tókum við spjall saman og að frumkvæði Jóns varð þessi vefur til. Þannig að við svona leynt og ljóst sögðum við krakkana, við ætlum að setja þetta á vef, hafa þetta aðgengilegt þannig að fleiri geti notið þessa og það urðu til tugir umsagna rit svona af ýmsu tagi og síðan höfum við verið að vinna í þessu, fínbúsetta og samræma og svona laga og til orðinn þessi fíni vefur þó við segjum sjálfur frá. Mest vinnan hefur legið á herðum Jóns Karls og Markús Þórhallsson, meistaranemi í sagnfræði, hefur líka unnið að þessu með okkur. Það eðli svona fyrirbæris að vera í stöðugri mótun. Við höfum búið til nokkrar kategóriur en þær eru ekkert fast mótaðar eða niður njörfaðar og sum rit lenda auðvitað á gráu svæði, hvað eru hrunbókmenntir og hvað ekki. Hvaða fræðigreinar íslenskan samtíma snúast hrunið og hverjar ekki. Og við sjáum náttúrulega fljótt að það er ekki nokkuð lifandi leið að tæma brunninn, segjast hafa fjallað allt sem sagt hefur verið hrunið frá því að það dundi yfir 2008. Þetta hefur verið það frjór jarðvegur að úr honum hafa spruttið aragrúi skrifa á ólíkustu sviðum háskólasamfélagsins. Og núna síðast höfum við teygt okkur til kollegana og spurt beinlínis hvaða greinar hafið þið birt eða vitið af sem snúast þetta efni og þannig hefur verið lagt inn í hennan hrunbanka okkar og verður gert áfram. Hann mun vaxa og dafna vonandi, þannig að þetta er góður banki. Það er hægt að taka úr honum og hægt að leggja inn í hann en hann fer aldrei á hausinn. Á hrunöfnum okkar eru til dæmis skáldverk, Bankster skáldsaga sem kom út fljótlega eftir hrunið og vann til verðlauna, man ég rétt, Gæska, horrorsaga eftir Eirík Örn Norðdahl og fleiri rit af því tagi. Svo fræðiritin eru óteljandi. Við höfum tekið fyrir greinar sem birst hafa í fræðiritum, grein Guðrúnar Norðdahl samanburð Sturlungualdar og hrunsins, fræðibækur af ýmsu tagi, endurminningar Árna N. Mathiesen sem var fjármálaráðherra þegar þetta fór allt til landskotans, endurminningar Steingríms J. Bókina Jóhönnu Sigurðardóttur og þar fram eftir götunum. Þannig að ritin eru mýmörg og bætast við alveg örugglega. Það er planið að þarna verði sem sé hægt að finna á einum stað, vilji menn leita, upplýsingar það sem sagt hefur verið og skrifað hrunið alveg frá því að það berast á. Tilgangur hrunið þið munið er einfaldlega sá að hafa á einum stað það efni sem
tiltækt, vilji menn vita meira hrunið. Þetta sjálfsagt og eðlilegt í nútíma samfélagi finnst mér. Það skylda okkar í háskólasamfélaginu að miðla rétt eins og það skylda okkar að rannsaka og þarna á almenningur, fróðleikshús almenningur, að geta fundið á einum stað upplýsingar það sem fólk vill vita eitthvað meira Það megin tilgangurinn. Við erum ekki að velta okkur upp úr hruninu, því hefur verið haldið fram að Íslendingar þurfi nú að horfa fram á við og gerast nú bjartsýnir og vera ekki að velta sér upp úr þessu hruni endalaust. Þið eru bara hrunmangarar, hef ég heyrt sagt við okkur sem höfum áhuga á þessu áfalli sem dundi yfir. Hvaða hrun heyrist líka sagt stundum. Hér allt í blóma og þetta var bara smá áfall sem var útlendingum að kenna og hættum nú að pæla í þessu. En ég og Jón Karl þykist ég vita og Markus, við erum innilega ósammála því. Við erum sannfærðir að gagnhrunið þið munið sé alveg skýrt og það sé skylda okkar í þessu samfélagi að stunda miðlun af þessu tagi og líka koma á framfæri vinnu nemenda því að það getur oft verið þannig að nemendur skrifa námsritgerðir eða önnur verkefni og enginn sér það nema nemandinn sjálfur og kennarinn. Og það oft góð og gild regla, en svo má líka reyna stundum að vinna verkefnin þannig að fleiri njóti þeirra og það höfum við líka alltaf á bakvið þeirra og þess vegna má vel vera að á næstu misseri verði fleiri námskeið og ekki bara hjá okkur, heldur fleirum í háskólanum, þar sem nemendur munu taka fyrir þau rit sem ekki búið að fjallum nú þegar og birtast á vefnum og þannig verði bætt í og næstu árum, kannski áratugum, ég þori nú ekki að segja það.